Komið sæl, í dag hefur verið suðlæg átt á landinu og víða rigning og það hvessti verulega að mest allt land tíma í nótt og fram eftir morgni en svo kom lægðin nær og það dró verulega úr vindi. En hádegi í dag þá var hún stödd hér skammt suður af Reykjanesi og önnur lægð hér suður af Grænlandi og til morguns þá færist þessi lægð hér við Ísland, hún færist nokkuð hratt norður yfir land þannig að það dregur bæði úr úrkomu og vindi tíma í nótt en svo kemur næsta lægð með úrkomubakka yfir landið á morgun og svo farið að sjá í næstu lægð hér á þriðjudaginn líka. Og ef við skoðum hér útmörk dagsins þá hlýnaði talsvert hjá okkur og hitinn komst hæst í tæp 14 stig við Blikdalsá en einnig fór hitinn í 12 stig bæði í Öræfum og Hvanneyri en síðastliðna nótt fór frost niður í 7 stig á Brú á Jökuldal. Og á hitasviðinu þá að sjá að það tiltölulega hlýtt loft yfir landin okkar í dag og svo þegar lægðin fer hjá þá verður eilítið svalara tíma, sérstaklega þó norðan til á landinu og svo hlýnar lítið eitt aftur á morgun og á þriðjudag reikna með að komi enn ein hlýjendagusan tíma til okkar. Og ef við skoðum hér nær hvernig úrkoma og vindur breytist frá því klukkan 18 í dag og fram eftir næsta sólarhringinn, þá útlit fyrir úrkomu hér sem táknuð með gulum, grænum og bláum lit og mesta úrkoman það sem bláu litirnir eru en minnst það sem gult. Og hérna fer lægðin okkur hratt yfir í kvöld og fram á nótt og það verður úrkomu lítið þegar líður á nóttina, léttir jafnvel til og kólnar norðanvert landið en svo á morgun kemur næsta lægð hér og skil frá henni fara nokkur hratt yfir landið og verða komin norður af landinu annað kvöld. Þannig að í fyrramálið útlit fyrir að skilin frá næstu lægð verði komin upp að suðurströndinni og það verður hæg suðaustlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum og líklega vægt frost víða á norður og norðausturhluta landsins en hiti svona rétt yfir frostmarki annars bæði vestan og sunnan til og hér allra syðst búist við rigningu eða slyddu tíma og svo þegar að þessi skil fara yfir þá verður hægari suðlæg átt og skúraveður og síðdegis á morgun skilin að fara hér út af norðausturhluta landsins og þá má reikna með að úrkoman á norðausturlandi verði slydda eða jafnvel snjókoma tíma og eins á Vestfjörðum en annars gert ráð fyrir því að þetta verði rigning eða slydda með köflum. Og svo fram á þriðjudag þá reikna með að það komi næsta lægð upp að landinu og það verði úrkomi lítið tíma annað kvöld og aðra nótt en strax á þriðjudagsmorgun kemur næsta gusa hér bæði með strekkingsvindi og rigningu eða slyddu mest allt land. Og hádegi á þriðjudag gæti staðan verið þessu lík, það verði suðaustlæg átt hjá okkur, yfirleitt svona frá 8 og upp í 15 metra á sekundu og jafnvel enn hvassara á stöku stað. Rigning eða slydda með köflum og þá slydda til inn til landsins og jafnvel snjókoma hér á hálendinu norðaustan til en úrkomu lítið norðaustan til svona framan af. Og á miðvikudag svo reikna með að verði enn ein lægðin sem komi til okkar með stífri suðurlægri átt og úrkomu mest allt land en þó úrkomu minnst hér á norðausturhluta landsins og hitinn verður svona frá 3 og upp í 8 stig víðaskvar en fer væntanlega í frostmark á Vestfjörðum ef að líkum lætur. Og á fimmtudag svo reikna með að verði breytileg átt hjá okkur, líklega snjókoma með köflum á Vestfjörðum en annars skýja með köflum og einhver væta suðaustan til. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá útlit fyrir að verði vætusamt hér með vesturströnd Noregs og hefur verið gefnar út ýmsar viðvaranir í Noregi bæði vegna rigningar og snjókomu til fjalla. Eins útlit fyrir að verði hæðasvæði hér miðbik álfunnar en lægð hér suður af Ítalíu sem stýrir veðrinu þar, bæði rigning og skúrir víðast hvar. Og á Íberíuskaga búist við að verði sólríkur dagur að mestu leyti á morgun og sömu sögu að segja á Kanaríeyjum en þó má reikna með að verði eitthvað skúri norðan til á eyjunum
og í Norður Ameríku það reikna með að verði víðast hvar nokkuð þurrt en þó snjókoma norðan við vötnin miklu. En látum þetta gott heita veðri í kvöld, veriði sæl.